Ég heiti Petra Steinunn og ég vefstjóri hjá Tryggingastofnun. Vefurinn og mínar síður eru mjög stór þáttur í okkar þjónustu. Og okkar viðskiptavinir eru lífeyrisþegar. Það getur verið þeir sem eru á ellilífeyri, örorkulífeyri, endurhæfingu og svo með aðra greiðslur eins og meðlag, foreldragreiðslur og umönnunargreiðslur. En greiðsluþegar hjá Tryggingastofnun eru 65.000 manns í hverju mánuði og heildargreiðslur TR að meðaltali 13,7 milljarðar í hverju mánuði. Allir geta skráð sig inn á mínar síður. Eina sem þarf íslensk kennitala og rafræn skilríki eða ísleikil. Tryggingastofnun hóf samstarf við Origo vegna minna síðna árið 2014. Þá var nýtt viðmót tekið í notkun og mínar síður endurhannaðar. Og núna árið 2021 eru allar umsóknir á mínum síðum. Okkar viðskiptavinir geta sent inn umsóknir, gögn og sent fyrirspurnir í gegnum mínar síður. Og nýlega gáfum við út stöðu umsókna sem progress bar þar sem viðskiptavinir geta séð hvar máli þeirra statt. Þá erum við nýlega búin að gefa út mínar síður á ensku og þar með allar umsóknir á ensku. Við hjá Tryggingastofnun vinnum auðvitað í mjög nánu samstarfi við Origo og það hefur gengið mjög vel. Forritarar frá Origo vinna daglega að verkefnum í tengslu við mínar síður og við önnur kerfi TR. Á sama tíma og stafræn þróun hröð þá eru okkar viðskiptavinir að vera sterkari í tækninni. Fyrir 2 árum var ákveðið að fjarlægja umsóknareyðublöð af vefnum og beina fólki heldur á mínar síður. Þar sem á þeim tímapunkti voru nánast allar umsóknir komnar á mínar síður og því tilgangslaust að bjóða upp á eyðublöð á vef. Og við sjáum mikla aukningu á milli áranna 2019 og 2020, en þá var aukningin rúmlega 30%. Það eru alltaf ný verkefni í stafrænni þróun hjá Tryggingastofnun og starfseminni fjölbreytt. Og við erum alltaf að leita leiða til að bæta okkur, vegna þess að það er alltaf rými til þess að bæta sig.